From the Conference Center in Salt Lake City, Utah, this is the Saturday evening Ráðstefnuhöllinni í Salt Lake City. Þetta laugardagskvöldhluti 194. síðari aðalráðstefnu kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilögu. Ræðumenn eru valdir leiðtogar kirkjunnar. Tónlist þessa ráðstefnuhluta verður í höndum Kors trúboða sem nú þjóna á Utah-svæðinu. Útsending þessa annað Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Öll endurvinnsla, upptaka, afritun eða önnur notkun á þessari útsendingu bönnuð án skriflegs leyfis. Elder Ronald A. Rasband í 12 postulasveitinni mun stjórna þessum hluta. Brothers and sisters, Bræður og systur, við bjóðum ykkur velkomin á kvöldhluta laugardags 194. aðalráðstefnu kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilögu. Við bendum á fjarveru Russell M. Nelson, forseta og öldungs Jeffrey R. Holland sem munu fylgjast með ráðstefnunni heiman frá. Við bjóðum alla velkona sem taka þátt í þessum ráðstefnuhluta fyrir tilstilli sjónvarps, útvarps, alnets eða gervihnata. Tónlist á þessum ráðstefnuhluta í höndum Kors trúboða sem nú þjóna á Utah-svæðinu undir stjórn Corey Mendenhall og Jermaine Evans við orgeleit Linda Margaret's og Joseph Peoples. Kórinn mun hefja samkomuna á því að syngja Við boðum heiminum sannleikann. Inngangsbæn flytur síðan öldungur Danielson Silva af hennar 70 og að honum loknum syngur kórinn I will walk with Jesus. We
Our beloved Heavenly Okkar Father, áskjari himneski Faðir, við þökkum þér fyrir þetta tækifæri forréttindi to express að vera hér og þakka þér fyrir alla þá hluti sem við hefum lært á fyrri ráðstefnu hlutum. General Conference. We thank thee for Við þökkum þér restoration fyrir endurreisn of thy fagnaðar erindis sona þíns, Jésu Krist, through the prophet. með spámanunni Jósef Smith. Við þökkum þér fyrir heilagar ritningar. Við þökkum þér fyrir geðfélags anda. Thank thee for Við þökkum þér fyrir living prophets. leiðbeiningar lífandi spámanna sjáenda og himneskra leiðtoga. Við þökkum þér, Faðir, fyrir tæknina sem að leifir okkur að hlusta á orð þitt allstaðar í heiminum. Father, Faðir, we kindly ask thee, við bless those that biðum þig að blessa þá peace, hope, to the things that you sem að, taught. fyrir þá sem að þarnast fríðar og vonar. Father, Og Faðir, ask thee, við bless us with biðum að blessa okkur með skilningi og above all, umfram allt Christ-like með kristilegu lífi fyrir öll í börn á jörðinni. Father, Og Faðir, we love thee, við elskum þig. and we say this, Við segjum þetta í nafni Sona þíns Jésu Krist. amen. Amen. Jesus grew in truth, showing
We will now be pleased to hear Við from njótum nú Elder. þeirrar ánægju að hlýða á öldum Gerrit W. Gong í Tóapostula sveitinni. He will be Að followed by honum Sister loknum Kristen hlýðum við að systur Kristín M. Yee as second sem counselor. þjónar sem annar ráðgjafi í aðal forsætisráðar líknafélagsins. The choir will Kórum mun then sing síðan syngja The Iron Rod. after the singing. Að söng loknum hlýðum við á öldunga Kyle S. McKay and Jorge og Jorge M. Alvarado of the að finnum 70. Á nýlegu ættamóti Gong fjölskyldunar var haldin skemmtileg hæfileikasýning ásamt pappa brandara keppni. En þessi keppni var óvenjuleg. Í öðru liðinu var afi, ég og 2 barnabarnanna, 12 og 11 ára. Í hinu liðinu var gervigreindarforrit, AI, sem frændi minn fékk til að segja pappabrandara að skapi Gerrits 2x Gong. Gerrit Gong, afi, gegn gervigreindar Gerrit Gong. Barnabörnin og ég byrjuðum. Hvað kalla maður risaðilu sem klessir bílinn sinn? Risaklessu. Gervigreindar Gerrit Gong fékk leiðbeiningar, hugsaði eins og Gerrit 2x Gong, talaði eins og hann. Gervigreindar Gong, hér er pappabrandari líkt og Gerrit 2x Gong, sagði hann, með sínu hlýja, hugulsama og upplífgandi viðmóti. Af hverju fékk auðmjúka tréð fólk til að brosa? Vegna þess að það átti rætur í kærleika og náði til þeirra með greinum góðvildar. Við getum líkt og þetta tré fundið styrk í rótum okkar og gleði í því að sýna öðrum góðvild. Jæja, hvað finnst ykkur? Þess vegna eru þeir kallaði pappabrandarar. Allt í kringum okkur gefast tækifæri til að hlæja, gleðjast, sjá með þakklátum augum. Fagnaðarerindi okkar er erindi gleði og heilaleika í daglegu lífi. Heilaleiki aðgreinir hluti í helgum tilgangi. Heilaleiki býður okkur líka að fylla daglegt líf með hinnu heilaga. Að gleðjast yfir daglegu brauði manna ef svo má orði komast mitt í þyrnum og þyslum þessa heims. Til að ganga með drottni verðum við að verða heilög, því hann er heilagur, og til að hjálpa okkur að verða heilög, býður drottin okkur að ganga með sér. Öll eigum okkar sögu. Þegar við systir Gong hittum ykkur, meðlimi kirkjunar og vini á ýmsum stöðum og við mismunandi aðstæður, innblása sögur ykkar að lifa daglega í heilalíka drottins okkur. Þið lifið samkvæmt 5 S-um, samneyti við Guð, samfélagi og samkennd við hvert annað, í skuldbindingu og sáttmála við Guð, fjölskyldu og vini, með Jesú Krist að þungamiðju. Sífellt fleiri gögn undirstrika þessa eftirtektarverðu staðreynd. Trúaðir eru að meðaltali hamingjusamari, heilbrigðari og ánæðari en þeir sem eru án andlegra skuldbindingar eða sambands. Hamingja og lífsánægja, andleg og líkamleg heilsa, merking og tilgangur, eðlisfar og dygð, náin félagsleg tengsl, fjárhagslegur og efnislegur stöðuleiki, í hverjum þessara flokka blómstra trúar iðkendur. Þeir njóta betri líkamlegrar og andlegrar heilsu og meiri lífsánægju á öllum aldri meðal lýðfræðilegra hópa. Það sem vísindamenn kalla kerfislægan trúarlegan stöðuleika býður upp á skýrleika, tilgang og innblástur mitt í veðrum og vindum lífsins. Heimilishald byggt á trú og samfélag heilara berjast gegn einangrun og einmannalegu fjölmenni. Heilagleiki í drottni segir nei við hinu vanhelga, nei við virðingarlausum klókindum á kostnað annarra, nei við reiknirittum sem skapa tekjur úr reiði og skautun. Heilagleiki í drottni segir já við hinu helga og lotningafulla, já við því að verða okkar frjálsasta, hamingjusamasta, farslausasta, besta sjálfs þegar við fylgjum honum í trú. Hvernig lítur heilagleiki í drottni út í daglegu lífi?
Heilaleiki í Drottni í daglegu lífi eru svo 2 ungir fullorðnir einstaklingar, giftir í 1 ár, sem deila einlæglega og berskjalda sáttmálum fagnaðarerindisins, fórna og þjóna í lífi sínu sem að þróast. Hún hefur mál sitt. Í menntaskóla var ég á myrkum stað. Mér fannst þess að Guð væri ekki til staðar fyrir mig. Kvöld eitt komu skilaboð frá vinkonum sem sögðu: hefur þú einhvern tímann lesið Alma 36? Þegar ég byrjaði að lesa kom yfir mig friður og elska. Mér leið eins og ég hefði fengið stórt faðmlag. Þegar ég las Alma 36:12 vissi ég að himnesku faðir sá mig og vissi nákvæmlega hvernig mér leið. Hún heldur áfram. Áður við giftumst var ég heiðarleg við unnusta minn að ég hefði ekki sterka vitnisburð 10. Af hverju þurfti Guð á því að halda að við léttum peninga af hendi þegar aðrir höfðu svo mikið að gefa? Unnustu mín hjálpaði við að útskýra þetta snerist ekki peninga, heldur að fylgja boðari sem okkur var gefið. Það skoraði á mig að byrja að greiða 10. Ég sá sannarlega vitnisburð minn vaksa. Stundum veða peningarnir naumir, en við sáum svo margar blessanir og einhvern veginn dugðu launin. Einnig, í hjúkrunarnámi mínu var ég eini meðlimi kirkjunar og svo eina sem var kyrft. Oft yfirgaf ég bekkir vonsvikinn eða grátandi því mér fannst bekkjarfélagar mínir taka mig fyrir og tala svo neikvætt trú mína, að ég klæddist musterissklæðum eða ég væri gift svona ung. Á síðustu árum lærði ég hvernig ég get tjáð trú mína betur og verið gott fordæmi fagnaðarerindið. Þekking mín og vitnisburður óx vegna þess að reynt var á getu mína til að standa ein og vera sterk í trú minni. Ungur eiginmaður sagði líka: áður en ég fór í trúboð fékk ég tilboð að spila hafnabolta í háskóla. Þegar ég tók þessa erfiðu ákvörðun lagði ég tilboðin til hliðar og fór að þjóna Drottni. Ég myndi ekki skipta á neinu á þessum 2 árum. Þegar ég kom heim bjóst ég við erfiðum umskiptum, en fann að ég var sterkari, hraðari og heilbrigðari. Ég kastaði hraðar en þegar ég fór. Ég fekk fleiri tilboð til að spila heldur en áður, en ég fór þar á meðal frá draumaskólanum. Það sem mikilvægast þá reiði ég mig meira á Drottin en nokkur sinni fyrr. Niðurstaða hans sem trúboði kenndi ég að himnesku faðir lofar okkur krafti í bænum okkar, en stundum gleymi ég því fyrir sjálfa mig. Trúboða fjársjóður okkar í heilaleika Drottins mikill og ríkulegur. Fjármál, tímasetning og aðrar aðstæður eru ekki oft auðveldar. En þegar trúboðar á öllum aldri og mismunandi bakgrunni helga sig í Drottni í heilaleika, getur allt gengið upp að tíma og hætti Drottins. Nú með 48 ára yfirsýn miðlar eldri trúboði. Pabbi mig vildi að ég gengi í háskóla í stað þess að fara í trúboð. Stuttu síðar fékk hann hjartaáfall og lést 47 ára aldri. Ég fann til sektarkenndar. Hvernig gat ég komið á sátt við föður minn? Síðar eftir ég ákvað að þjóna í trúboði sá ég föður minn í draumi. Hann var friðsæll og sáttur með að ég myndi þjóna. Þessi eldri trúboði heldur áfram. Eins og kenning og sáttmálar 138 kenna, þá trúi ég að faðir minn geti þjóna sem trúboði í andaheiminum. Ég ímynda mér að faðir minn hjálpi langafa mínum sem yfirgaf Þýskaland 17 ára og glataðist fjölskyldunni að finnast aftur. Eiginkona hans bætti við að 5 bræðrum í fjölskyldu eiginmanns míns eru það 4 sem þjónuðu í trúboði sem eru með háskólagráðu. Heilaleiki í Drottni í daglegu lífi sýnist í ungum heimkomnum trúboða sem lærði að láta Guð ríkja í lífi sínu. Áður fyrir þegar trúboðin var beðinn að blessa eitthvað sem mjög veikur, sagði hann: ég hef trú, ég mun blessa hann svo hann nái bata. Þó lærði ég á þessari stundu, sagði hinn heimkomni trúboði, að biðja ekki það sem ég vildi, heldur það sem Drottin vissi að viðkomandi þarfnaðist. Ég blessaði bróðurum með friði og huggun. Hann lést síðar friðsælega. Heilaleiki í Drottni í daglegu lífi sem ljósglampi sem brýst í gegnum huluna til að tengjast, hugga og styrkja. Stjórnandi við stóran háskóla segist finna fyrir einstaklingum sem hann þekki aðeins á afspurn sem biðja fyrir honum.
Þessir einstaklingar helguðu háskólanum líf sitt og láta sér áfram annt hlutverk hans og nemendur. Systir nokkur gerir sitt besta dag hvern eftir að eiginmaður hennar var ótrúr henni og börnunum. Ég dáist innilega að henni og öðrum eins og henni. Dag einn þegar hún var að brjóta saman þvott með hönd á stafla af musterisklæðum, andvarpaði hún með sjálfri sér. Til hvers þetta allt saman? Hún fann ljúfa rödd fullvissa hana. Sáttmála þínir eru við mig. 50 ár þráði önnur systir samband við föður sinn. Á uppvaxtarárunum, segir hún, voru það annars vegar bræður mínir og pabbi og hins vegar ég, einkadóttirinn. Það eina sem ég vildi var að vera nógu góð fyrir pappa. Svo dó mamma. Hún var eini tengiliður minn milli mín og föður míns. Daginn heyrði ég rödd segja, bjóddu pappa þínum og taktu hann með þér í musterið. Þetta var upphafið að stefnumóti tvisvar í mánuði með pappa mínum í húsi Drottins. Ég sagði pappa að ég elskaði hann. Hann sagðist líka elska mig. Að dvelja í húsi Drottins hefur læknað okkur. Mamma gat ekki hjálpað okkur á jörðinni. Hún þurfti að vera hinum megin hulunar til að geta hjálpa við að laga það sem var brotið. Musteri fullkomnaði ferð okkar til að verða heil sem eilíf fjölskylda. Faðirinn segir, vígsla musterisins var mér og einkadóttur minni mikil andleg reynsla. Nú komum við saman og finnum elsku okkar styrkjast. Heilalegi í Drottni, daglegu lífi, felur í sér ljúfa stundir þegar ástvinir andast. Fyrir á þessu ári hvarf mín ástkæra móðir, John kom inn í heim ótrúleikas nokkru dögum fyrir 98 ára afmælisdaginn sinn. Ef þið spyrjið móður mína, má bjóða þér hnetu og sykurpúða ís, engi fyrir ís með hvítu súkkulaði eða jarðarberjaís, myndi mamma segja, já takk, má ég þá smakka þá alla? Hver geti sagt nei við móður sína, sérstaklega þegar hún elskaði alla lífsins bragðtegundir? Ég spurði mömmu eitt sinn hvað ákvarðanir hefðu mest mótað líf hennar. Hún sagði, að skýra sem meðlimur í kirkju Jesú Krist sinna síðari daga heilugu og flytja frá Hawaii til meginlandsins þar sem ég kynntist föður þínum. Móðir mín sem skírðist 15 ára var eini meðlimur stórfjölskyldu sinnar sem gekk í kirkjun okkar, hafði sáttmálsbundna trú og setti traust sitt á Drottinn sem blessaði líf hennar og alla ættliði og skyldmenn okkar. Ég sakna móður minnar, líkt og þið sakni fjölskyldumeðlim ykkar. En ég veit að móðir mín ekki farin. Hún bara ekki hér núna. Ég heiðra hana og alla þá sem deyja og hugdjarfar hugmyndir daglegan heilagleika í Drottni. Auðvitað felur heilagleiki í Drottnis í sér að koma ofta til Drottnis þess heilaga húsi. Það tilfellið hvort sem við erum meðlimir kirkjunar eða vinir. 3 vinir fóru í opið hús Bangkok-musterisins í Tælandi. Þetta staður ofurlækningar, sagði einn þeirra. Í skírnarsalnum sagði annar, þegar ég hér langar mig að vera laugaður hreinn og syndga aldrei aftur. Sá þriðji sagði, finnið þið andlega kraftinn. Með 9 helgum orðum bjóða mustur okkar og lýsa yfir. Heilalíki í Drottni, hús Drottins. Heilalíki í Drottni helgar daglegt líf. Það leiðir okkur hamingjusamari nær Drottni og hvert öðru. Býr okkur undir að dvelja með Guði, föður okkar, Jesú Kristi og ástvinum okkar. Eins og vinur minn, þið veltið ef til vill fyrir ykkur eins hvort himnesku faðir elskar ykkur. Svarið afgerandi algjörlega já. Við getum fundið ást hans þegar við gerum heilaga Drottins að þunga mig í daglegu lífi. Megum við tileinka okkur heilaga Drottni. Þess bið ég helganafni Jesú Krist. Amen. About 10 years ago,
Fyrir 10 árum fann ég fyrir hvatningu til að mála andlitsmynd af frelsaranum. Þó ég sé listamaður fannst mér þetta örlítið yfirþyrmandi. Hvernig átti ég að mála mynd af Jesú Kristi sem fangaði anda hans? Hvar ætti ég að byrja? Hvar myndi ég líka finna tímann? Þrátt fyrir efasemdir mínar ákvað ég að láta verða þessu og treysta því að Drottinn myndi hjálpa mér. Ég var bara að halda áfram og láta hann sjá alla möguleikana. Ég bað, hugleiti, leitaði mér upplýsinga og teiknaði og var blessuð með aðstoð og efni við. Það sem var hvítur strigi var smátt og smátt að einhverju meira. Ferlið var ekki auðvelt. Stundum leit hún ekki út eins og ég hefði vonað. Stundum komu augnablik innblásinna penslastróka og hugmynda. Oft þurfti ég líka bara að reyna aftur og aftur og aftur. Þegar ég hélt að olíumálverki væri loksins fullbúið og þurft, hóf ég að bera gagsætt lakk á það til að verja það gegn óhreinindum og líki. Þegar ég gerði það, tók ég eftir því að hárið á málverkinu tók að breytast, dreifast og leysast upp. Ég áttaði mig strax á því að ég hafði borið lakkið á of snemma, sá hluti málverksins var enn blautur. Ég hafði bókstaflega þurrkað burt hluta af málverkinu mínu með lakkinu. Ég var miður mín. Mér fannst ég hafa eyðilagt það sem Guð hafði hjálpað mér að gera. Ég grét og mér leið hræðilega. Í örvæntingu minni gerði ég það sem hver sem myndi gera í aðstæðum sem þessum. Ég hringdi móður mína. Hún sagði rólega og skynsamlega: Þú færð ekki það tilbaka sem þú varst með, en gerðu þitt besta með það sem þú hefur. Ég baðst því fyrir og grábaði hjálp og málaði alla nóttina til að lagfæra hlutina. Ég man líka eftir að hafa litið á málverkið morguninn. Það leit betur út en það hafði gert áður. Hvernig var það mögulegt? Það sem ég hélt að væri mistök án mögulega á lagfæringu var tækifæri fyrir miskunnsama hönd hans að láta ljósið skína. Hann hafði ekki lokið sér af með málverkið og hann hafði ekki lokið sér af með mig. Þvílík gleði og léttir sem fyllti hjarta mitt. Ég lofaði Drottinn fyrir miskunn hans, fyrir þetta kraftaverk sem ekki aðeins bjargaði málverkinu mínu, heldur kenndi mér meira kærleika hans og mátt til að frelsa hvert okkar frá mistökum okkar, veikleikum og syndum og hjálpa okkur að verða að einhverju meira. Á sama hátt að þakklæti mitt fyrir frelsarann óx hann hjálpaði mér af miskunn sinni að lagfæra hið óviðgerðanlega málverk. Það hefur persónulega elskað mín og þakklæti fyrir frelsara minn styrkst og ég hef unnið með honum í veikleikum mínum og hlotið fyrirgefningu fyrir mistök mín. Ég mun ævilega vera þakklátt frelsara mínum fyrir að geta breytt mér og hreinsast. Hann á hjarta mitt og ég vonast til að gera hvað eina sem hann vill að ég geri og verði. Iðrun gerir okkur kleift að finna elsku Guðs og þekkja og elska hann á þann hátt sem við höfum aldrei annars geta gert. Frelsarinn sagði varðandi konuna sem smurði fætur hans: Hinar mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, enda elskar hún mikið. En sá elskar lítið er fyrirgefið. Hún elskaði Jesú heitt, því hann hafði fyrirgefið henni mikið. Það svo mikill léttur og von að vita við getum reynt aftur, að eins og öldungur Bednar kenndi getum við fengið áframhaldandi fyrirgefningu synda okkar með helgandi krafti heilags anda við iðrumst í sannleika og einlægni. Endurlausnarkraftur Jesú Krists ein mesta fyrirheitna blessun sáttmála okkar. Íhugðu þetta þið takið þátt í helgiathöfnum. Án hennar gætum við ekki snúið aftur heim í návist föður okkar á himnum og þeirra sem við elskum. Ég veit að Drottinn okkar og frelsari Jesú Kristur hefur máttinn til að frelsa. Sem sonur Guðs sem fritaði fyrir syndir heimsins og gaf sitt eigið líf og tók það upp aftur, hefur hann kraft endurlausnar og upprisu. Hann hefur gert ódauðlegt líf mögulegt fyrir alla og eilíft líf fyrir þá sem kjósa hann. Ég veit að fyrir friðþægingafórn hans getum við iðrast og sannarlega orðið hrein og endurleyst. Það kraftaverk að hann elskar ykkur og mig á þennan hátt. Hann sagði: Viljið þér nú ekki snúa til mín og eyðra synda yðar og snúast til trúar svo ég megi gjöra yður heila. Hann getur læknað rústir sálar ykkar, þær sem urðu þurrar, harðar og eyðilagðar af synd og sorg, og gert eyðimörk ykkar sem etin.
Rétt eins og við fáum ekki skilið sásök og dýpt þjáninga Krists í Getsemani og á krossinum, þá fáum við hvorki mörkin ég skilið dýpt guðlegra fyrirgefningar hans, miskunn og kærleika. Ykkur gæti stundu fundist eins og ekki sé mögulegt að hljóta endalaust, að þið séu kannski undanþegin elsku Guðs og friðþægingarkrafti frelsarans vegna þess að þið eru að glíma við eða vegna þess að þið hafi gert. Ég ber þó vitni að þið eruð ekki handan seilingameistarans. Frelsarinn stéð niðar öllu og er í guðlegri stöðu til að lyfta ykkur og gera tilkall til ykkar úr svartasta hyldýpi og leiða ykkur til hans undir samlega ljós. Í gegnum þjáningar sínar hefur hann séð sérhverju okkar fyrir leið til að sigrast á persónulegum veikleikum okkar og syndum. Hann hefur allt vald til að frelsa sérhvern mann sem trúir á nafn hans og ber ávöxt sambúðin iðruninni. Á sama hátt að það krafðist vinnu og bænir til himnennan hjálpu að laga málverkið, þá þarf vinnu, einlægt hjarta og auðmýkt til að bera ávöxt sambúðin iðruninni. Þessir ávextir eru meðal annars að iðka trú og treysta á Jesú Krist og friðþægingarfórn hans. Að bjóða Guði sundukrami hjarta og sáriðrandi anda, játa og láta af synd, endurreisa það sem hefur skaðast eftir okkar bestu getu og leitast við að lifa réttláta. Til þess að iðrast og breytast sannarlega verðum við fyrst að sannfærast syndir okkar. Einstaklingur sér ekki þörf á því að taka lyf nema hann skilji hans sé veikur. Það kunna koma stundir þar sem við erum ekki fús til að líta hið innra og sjá það sem raunverulega þarf að lækna og laga. Í skrifum C.S. Lewis setur Asian þessi orð fyrir mann sem hefur flækt sig í eigin klækjum. Ó mannkyn, hversu lægin þið eruð að verja yður gegn öllu því sem gæti gert yður gott. Í hverju gætu við verið að verja okkur gegn því sem að gæti gert okkur gott. Verjum okkur ekki gegn því góða sem Guð þráir að blessa okkur með. Gegn þeirri elsku og miskunn sem hann þráir að við upplifum. Gegn því ljósi og þekkingu sem hann þráir að veita okkur. Gegn þeirri lækningu sem hann býður okkur svo fúslega og veit að við þurfum svo sárlega. Gegn hennu dýpra sáttmálasambandi sem hann ætlar öllum sonum sínum og dætrum. Ég bið þess að við megum leggja til hliðar öll stríðsvopn sem við höfum meðvitað eða jafnvel ómeðvitað tekið upp til að verja okkur gegn blessunum elsku Guðs. Vopn drambs, eigingirni, ótta, haturs, móðgunar, kæruleysis, ranglátra dóma, afbrýðisemi, allt sem að heldur okkur frá því að elska Guð af öllu hjarta og halda alla sáttmála okkar við hann. Þegar við lifum eftir sáttmálum okkar getur Drottinn veitt okkur þá hjálp og þann kraft sem við þörfnumst til þess að bera bæði kennsl og veikleika okkar, sigrast á þeim, þar á meðal hinu andlega sníkjudýri drams. Spámóður okkar hefur sagt, iðrun er vegur hreinleikans og hreinleika fylgi kraftur og hve við þörfnumst þessa máttar á komandi dögum. Eins og málverki mitt, þá er Drottinn ekki búinn með okkur þegar við gerum mistök og hann flýr heldur ekki þegar við föllum. Þörf okkar fyrir lækningu og hjálp er honum ekki byrði heldur einmitt ástæða þess að hann kom. Frelsarinn sagði sjálfur, sjá ég er komin í heiminn til að endurleysa heiminn og frelsa heiminn frá synd. Armur miskunnar minnar er útréttur til yðar og ég mun taka móti hverjum þeim sem koma vill og blessaðir eru þeir sem koma til mín. Komið því. Komið þið sem eruð þreytt, lúin og sorgmætt. Komið og yfirgefið erfiði ykkar og finnið hvíld í honum sem elskar ykkur mest. Takið á yður og hans því að hann er ljúfur og af hjarta lítillátur. Himnesku Faðir okkar og frelsari sjá ykkur. Þeir þekkja hjörtu ykkar. Þeim er annt það sem ykkur er annt líka ástvin ykkar. Frelsarinn getur endurleyst það sem hefur glatast, þar með talin brostin og tvístruð sambönd. Hann fyrirbjó leið fyrir allt sem er fallið því til endurlausnar, að blása lífi það sem virðist dautt og vonlaust. Ef þið glímið við aðstæður sem ykkur finnst þið ættu þið sigrast á, gefist ekki upp. Verið þolinmóð við ykkur sjálf, haldið sáttmál ykkar, iðrist oft. Leitið liðsinnis leiðtoga ykkar ef þörf krefur og farið í hús Drottinsins reglulega og þið getið.
Hlustið eftir og hlýðið hughrifum sem að hann sendir ykkur. Hann mun ekki yfirgefa sáttmálssamband sitt við ykkur. Það hafa verið erfið og flókin sambönd í lífi mínu sem ég hef tekist á við og einlæglega reynt að bæta. Oftar en ekki fannst mér eins og mér væri að mistakast. Ég velti því fyrir mér, lagaði ég ekki hlutina síðast? Sigraðist ég í alvöru ekki á veikleika mínum? Ég hef lært með tímanum að ég er ekki endilega gölluð, heldur er meira að vinna með og meiri lækningar er þörf. Öldungur D. Todd Kristofferson kendi, vissulega hefur Drottinn velþóknun á þeim sem þráir að vera hreinn með dóm sinn, sem einbeittur starfar dag hvern að því að gera veikleika sinna styrkleika sínum. Raunveruleg iðrun, raunveruleg breyting getur krafist margra tilrauna, en það er eitthvað hreinsandi og heilagt við það erfiði. Guðleg fyrirgefning og lækning veitist slíkri sál nokkuð óhindrað. Hver dagur er nýr dagur og uppfullur af von og möguleikum vegna Jesú Krists. Á hverjum degi getum við lært að þekkja, líkt og móðir Eva lýsti yfir gleði endurlausnar okkar, gleði þess að vera gjörð heil, gleði þess að upplifa óbrigðulega elsku Guðs til ykkar. Ég veit að Faðir okkar á himnum og frelsari elskar ykkur. Jesú Kristur er frelsari og lausnari alls mannkyns. Hann lifir. Með friðþægingarfórn hans voru bönd syndar og dauða eilífu brotin, svo við mættum vera frjáls til að velja lækningu, endurlausn og eilíft líf með ástvinum okkar. Ég vitna þetta í nafni hans, Jesú Krist. Amen. Vision came from God.
My purpose this day and all Tilgangur minn í dag og alltaf að vitna Jesú Krist. Að hann sonur Guðs, skapari og frelsari heimsins, bjargvættur okkar og lausnari. Það sem grundvallarreglu trúar okkar vitnisburður postulana og spámannana Jesú Krist, miðla ég ykkur í dag þekkingu minni og vitnisburði frelsaran, hann hefur styrkst og eflst vegna lífs og kenninga eins lykilpostula og spámanns. Að morgni fallegs heiðskírs dags, snemma vors árið 1820, fór hinn 14 ára gamli Joseph Smith í Trjálund nærri heimili fjölskyldu sinnar til að biðjast fyrir varðandi syndir sínar og spyrja hvaða kirkju hann ætti að ganga í. Einlæg bæn hans, beðin í óhagganlegri trú, vakti athygli öflugustu afla alheims, þar með talið föðurins og sonarins og djöfulsins. Hver þeirra hafði brennandi áhuga á þessari bæn og þessum dreng. Það sem við nú köllum fyrstu sýnina markaði upphaf endurreisnar allra hluta á þessum síðasta ráðstöfunartíma. Þessi reynsla var þó líka persónleg fyrir Jósef og var honum undirbúningur. Það eina sem hann vildi var fyrirgefning og leiðsögn. Drottinn veitti honum hvort tveggja. Boðið að ganga ekki í neina kirknana var leiðbeinandi. Orðin syndir þínar eru fyrirgefnar var endurleysandi. Þrátt fyrir allan þann fallega sannleika sem við gætum lært af þessari fyrstu sýn gefa vísbendingar í skyn að Jósef hafi einfaldlega lært. Ég hafði komist að raun að vitnisburður Jakobs væri sannur, að maður sem skorti visku gæti boðið Guð ásjár. Eins og einn fræðimaður sagði, tilvitnun, hinn raunverulega skírskotun fyrstu sýnarinnar á okkar tíma að vita að það eðli Guðs að veita þeim sem skortir visku. Sá Guð sem opinberaði sig Joseph Smith í lundinum helga Guð sem svarar ungmennum á erfiðum tímum. Tilvitnun lýkur. Reynsla Jósefs í lundinum veitti honum sjálfstraust til að biðja fyrirgefningu og leiðsögn það sem eftir var ævi sinnar. Reynsla hans hefur líka veitt mér sjálfstraust til að biðja fyrirgefningu og leiðsögn það sem eftir ævi minnar. Þann 21. september 1823 bað Jósef einlæglega fyrirgefningu. Fullviss að vegna reynslu sinnar í lundinum 3 árum áður myndi himinin svara aftur. Og það gerði hann. Drottinn sendi engil, Moroni, til að leiðbeina Jósef og upplýsa hann forna heimil sem hann myndi síðar þýða með gjöf og krafti Guðs. Mormonsbók. Næstum 13 árum síðar krupu Jósef og Oliver Cowdery í hátíðlegri hljóðri bæn í nývígðu Kirtland-mustrinu. Við vitum ekki hvað þeir báðu, en bænir þeirra innihéldu líklega beiðni fyrirgefningu, því þegar þeir risu á fætur birtist frelsarinn og sagði: Sjá, syndir yðar eru yður fyrirgefnar. Þið eru hreinir fyrir mér. Mánuðin á árin eftir þessa upplifun synguðu Jósef og Oliver aftur og aftur. En á þeirri stundu, fyrir þá stund, gerði Jesús þá syndlausa sem svar við bæn þeirra og til undirbúnings fyrir hina dýrlegu endurreist prestdæmislykla sem var í þann mund að gerast. Líf Jósefs helgaði reglubundin iðrun veitir mér sjálfstraust til að ganga með djörfung að hásæti náðarinnar til þess að ég öðlist miskunn. Ég komist að því að Jesús Kristur sannlega fús til að fyrirgefa. Það hvorki ætlunarverk hans né eðli að fordæma. Hann kom til að frelsa. Sem hluti af fyrirheitinu endurreisn allra hluta leiddi Drottinn fram Mormonsbók fyrir tilstilli Jósef Smiths
og aðrar opinberanir sem geyma fyllingu fagnaðarerindis hans. Mikilvægur sannleikur var gæddur skýrleika og fullkomnun, Jósef leitaði leiðsagnar hjá drottni. Athugið eftirfarandi. Faðirinn og sonurinn hafa jafn áþreifanlega líkama og mannsins. Jesús tók ekki aðeins á sig syndir okkar, heldur líka sjúkdóma, þrengingar og veikleika. Friðþæging hans var svo kvalafull að hún olli því að það blæddi úr hverri svitaholu. Við erum frelsuð fyrir náð hans að afloknu öllu sem við getum gert. Skilyrði eru fyrir miskunn Krists. Þegar við komum til Krists, mun hann ekki aðeins fyrirgefa syndir okkar, heldur mun hann einnig breyta eðli okkar svo að við hneigjumst ekki lengur til illra verka. Kristur býður fólki sínu alltaf að reisa musteri þar sem hann opinberar sig því og veitir því kraft frá upphæðum. Ég vitna að þetta allt sannleikur og nauðsynlegt. Þetta aðeins brot af þeirri fyllingu sem Jesús Kristur endurreisti með Jósef Smith til að svara stöðugum beiðnum Jósefs leiðsögn. Árið 1842 ritaði Jósef undursamlega hluti sem áttu eftir að gerast á þessari síðustu ráðstöfun. Hann lýsti yfir að á okkar tíma mun hið himneska prestdæmi sameinast í jarðeska til að koma þessu mikla tilgangi til leiðar og þótt við séum þannig einhuga í einum sameiginlegum málstað að útbreiða ríki Guðs, þá hið himneska prestdæmi ekki iðjulausir á horfendur. Tilvitnun lýkur. Síðar í tengdri yfirlýsingu til vinar síns, Benjamin Johnson, sagði Jósef: Benjamin, ef ég deyð, var ég ekki langt í burtu frá þér og ef ég var í hinum megin hulunnar, þá var ég enn að vinna með þér og að miklum krafti við að velta þessu ríki áfram. Þann 27. júní 1844 voru Jósef Smith og bróðir hans Hiram myrtir. Líkami Jósefs var lagður til hinstu hvílu, en vitnisburður hans bergmálar enn allan heim og í sál minni. Orð hans: Ég hafði séð sýn, ég vissi það og ég vissi að Guð vissi það og ég gat ekki neitað því. Ég sagði ykkur aldrei að ég væri fullkominn, en það engin villa í opinberunum sem ég hef kennt. Grundvallarreglur trúar okkar eru vitnisburður postulana og spámannana Jesú Krist, að hann dó, var grafinn og reis upp á þriðja degi og steg upp til himins, og allt annað í trúarbrögðum okkar aðeins viðauki við það. Það sem sagt var Jóhannes skýrara mætti einnig segja Jósef Smith. Maður var sendur af Guði. Nafn hans var Jósef. Hann var ekki ljósið, heldur sendur til að vitna það ljós svo allir menn megi trúa fyrir hann. Ég trúi og fullviss að Jesús Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Ég ber vitni að hinn lifandi Guð ástríkur faðir okkar. Ég veit það vegna þess að rödd drottins hefur talað það til mín og það hefur rödd þjóna hans, postulana og spámannana einnig gert, og það hófst með Jósef Smith. Ég ber vitni að Jósef Smith var og spámaður Guðs, vitni og þjónn drottins Jesú Krists. Hann var blessaður með því að ljúka upp síðustu ráðstöfuninni og við erum blessuð fyrir að hann gerði það. Drottinn bauð Ólifu Kári: Stattu með þjóni mínum Jósef af trúfestu.
Ég ber vitni að Drottinn stendur með þjóni sínum Jósef og endurreisninni sem var unnin fyrir tilverknað hans. Joseph Smith nú hluti af því himneska prestdæmi sem hann talaði Eins og hann lofaði Benjamin Johnson, þá hann ekki langt frá okkur og hinum megin hulunar vinnur hann enn með okkur og á miklu meiri krafti við að velta þessu ríki áfram. Með gleði og þakklæti hef ég upp rödd mína í lofgjörð til mannsins sem átti samskipti við Jehóva. Og umfram allt lofsyng ég Jehóva sem átti samskipti við þennan mann. Í nafni Jesú Krists. Amen. I testified of a loving Heavenly Father in the April 2019 General Conference. Himnaskan föður á aðalráðstefnu í apríl 2019 eftir að ég hef verið studdur hinni nýja ábyrgðinni sem aðalvaldhafi söng kórinn Jesú ég hugsa sem smaug inn í sál minn á hjarta. Mér furðar að hann kom til jarða frá himinstýrð, svo hrökafull sál minn til frelsunar yrði skýrð, að ástæðans viðfema veraldar leiðum á, hún veiti mér lausnina syndinni mínum frá. Þegar ég heyrði þessi orð fann ég að mér furðaði. Mér fannst Drottinn blessa mig með vitnesku að með hans styrk geti gert allt. Hinn almenna tilfinning vanmáttar, veikleika eða jafnvel óverðuleika nokkuð sem mörg okkar eiga stundum erfitt með að takast á við. Ég tekst enn á við þetta. Ég fann hana daginn sem ég var kallaður. Ég hef oft fundið hana og finn hana enn nú þegar ég tala til ykkar. Mér hefur þó læst að ég ekki einn slíka tilfinningar. Reyndar eru margar frásagnir í ritningunum þau sem virðast hafa upplifað svipaða. Þau myndust til dæmis Nefís sem trúfas og hugjas þjóns Drottins. Stundum tókst hann jafnvel á við tilfinningar og óverðuleika, veikleika og vanmátt. En þrátt fyrir hina miklu gæsku Drottins hann sýndi mér mikil og undursamleg verk sín, sagði Nefi, rópar hjarta mitt, ó ég aumur maður. Já, hjarta mitt hryggist vegna holds míns og sál mín harmar misgjörðir mínar. Spámarinn Joseph Smith talaði að honum hefði oft fundist hann vera fordæmdur í æsku vegna veikleika síns og ófullkomnunar. Vanmáttatilfinningar Jósefs og áhyggju voru hluti af því sem fékk hann til að íhuga, læra og bíðast fyrir. Eins og þið kannski munið þá fór hann til að bíðast fyrir í Lundunum nærri heimili sínu til að finna sannleika, frið og fyrirgefningu. Hann heyrði Drottinn segja, Jósef, sonur minn, syndir þínar eru þér fyrirgefnar. Far þína leið, gakk í lögmáli mínu og hald boðor mín. Sjá, ég Drottinn dýrðar. Ég var krossfestur fyrir heiminn svo að allir sem á nafn mitt trúa megi öðlast eilíft líf. Einlæg þrá Jósef til að iðrast og leita hjálpræðis fyrir sál sína hjálpaðu honum að koma til Jesú Krists og hljóta fyrirgefningu. Þessi stöðuga viðleitni lauk upp dýrum að áframhaldandi endurreisn fagnaðarerindis Jesú Krists. Þessi merkilega upplifun spámannsins Joseph Smith sýnir hvernig tilfinningar veikleika okkur og vanmáttakenndar geta hjálpað okkur að bera kennsl á fallið eðli okkar. Ef við erum auðmjúk, getur þetta auðveldað okkur að skilja að við erum háð Jesú Kristi og vakið einlæglega þrá í hjarta okkar til að snúa okkur til frelsarans og iðra synda okkar. Vinir mínir, iðrun gleðirík. Ljúf iðrun hluti á daglegu ferli þar sem að Drottinn kennir okkur setning ofan og orð ofan að lifa með kenningar hans að þungamiðju. Eins og Jósef og Nefi getum við ákallað Guð miskunn, því að hann hefur máttun til að frelsa. Hann getur uppfyllt alla réttláta þrár eða langanir og læknað öll sár í lífi okkar. Í Mormonsbók, öðru vitni Jesú Krists, getum við fundið óteljandi frásagnir einstaklinga sem lærði hvernig koma á til Krists gegnum einlæga iðrun. Mér langar að deila með ykkur dæmi milda miskunn Drottins sem var upplifun sem gerðist á minni ástjáru heimaeyju, Puerto Rico. Það var heimabæ mínum, Ponce.
Sem systir í kirkjunni, Celia Cruz Ayala, ákvað að gefa vinkonu sinni Mormonsbók. Hún pakkaði henni inn og fór til að færa henni þessa gjöf, sem henni var dýrmætari en demantar eða rúbínar. Á leiðinni nálgaðist þjófur hana, greip veskið hennar og hljóp á brott með þessa sérstöku gjöf sem í því var. Þegar hún sagði þessa sögu í kirkju, sagði vinkona hennar, en hver veit, ef til vill var þetta tækifæri til þess að miðla fagnaðarerindinu. Nokkrum dögum síðar fékk Celia bréf. Ég með bréfið í hendi minni. Það segir, Frú Cruz, fyrirgefðu mér. Þú munt aldrei vita hvað mér þykir leitt að hafa ráðist á þig. Vegna þess hefur lífið þó breyst og mun halda áfram að breytast af þeim sökum. Þessi Mormonsbók hefur hjálpað lífi mínu. Draumur Guðs þessa manns hefur breyst af mér. Ég skila þér 5 dölunum því ég get ekki eytt þeim. Ég vil að þú vitir að þú virðist bera ljóma af þér. Það ljós virðist halda aftur á mér frá því að skaða þig, svo ég flúði þess í stað. Ég vil að þú vitir að þú mun sjá mig aftur, en þegar þú gerð það, mun þú ekki þekkja mig, þegar ég verð þá bróðir þinn. Hérna, þar sem ég bý, verði ég að finna Drottinn og fara í kirkju sem þú tilheyrir. Boðskapurinn sem þau skrifar í bókina knúði fram trár í augum mínum. Frá því á miðvikudagskvöldi hef ég ekki getað lagt hana frá mér. Ég hef beðið Guð að fyrirgefa mér og ég bið þig að fyrirgefa mér. Ég hélt að ég gæti selt innpökkuðu gjöfina þína. Þessi stað hefur hún fengið mig til að breyta lífi mínu. Fyrirgefðu mér. Ég grápi þig. Þinn fjarstæddi vinur. Bjæra systur, ljós frelsarans getur náð til okkar allra, hverja sem aðstæður okkar eru. Þið getið ekki sokkið svo djúpt að geislar hins óviðjafnarlega ljós friðþægingar kristna á ekki til ykkar, sagði Jeffrey Holland, forseti. Hvað varðar hinn óviljandi viðtakanda gjafa Selíu, Mormonsbók, þá var þessi bróð vitni að aukinni miskunn Drottins. Þótt að hafi tekið tíma fyrir þennan bróður að fyrirgefa sjálfan sér, fann máttur frelsarans, fann hann gleði í iðrun. Hver dásamlegt kraftaverk. Ein trúföst systir, ein Mormonsbók, einlæg iðrun og máttur frelsarans leiddi til gleðilegra fyllingar blessana fagnar erindisins og helgra sáttmála í húsi Drottins. Aðrir fjölskyldumeðlimir fylgdu á eftir og tóku á móti helgum ábyrgðarskildum í víngarði Drottins, þar á meðal fasta trúboði. Þegar við komum til Jesú Krist, mun vegur einlægra iðrunar á lokum leiða okkur að hinu helga musteri frelsarans. Hver réttlátur ásetningur til að keppa að reynleika, að vera verðugur fyllinga þeirra blessarans sem himnesku faður og sonur hans gera möguleikar með heilugum musteri sáttmálum. Að þjóna reglubundið í húsi Drottins, að kappkosta að halda heilgu sáttmála, mun auka bæði þrá okkar og getu til að upplifa þá breytingu hjartar, máttar, huga og sálar sem lausileg til að við getum orðið líkar í frelsaranum. Russell Nelson forseti hefur vitnað, ekkert mun ljúka upp himnunum meira en tilbeiðsla í musterinu, alls ekkert. Kæru vinir, finnst ykkur þið vera vanmáttug? Finnst ykkur þið vera óverðug? Eru þið að efast ykkur sjálf? Ef þið vil hafi þið áhyggjur að spyrja, ég að standa mig? Það seint fyrir mig? Af hverju held ég áfram að gera mistök þegar ég reyni mitt besta? Bræður og systur, vissilega munum við gera mistök á lífsleið okkar. Hafið þá hugfast eins og öldungur Gerrit W. Gong kendi. Friðþæging frelsara okkar algjör og eilíð. Sérhvert okkar getur vilst frá og brugðist. Við getum mist áttur stund. Guð fullvissar okkur ástúðlega hvar sem við erum, þá getum við alltaf snúið tilbaka hvað svo sem það sem við höfum gert. Hann býður okkur opnum örmum. Eins og kær eiginkona mín, Kari Lú, hefur einnig kennt mér, þá þurfum við öll að iðrast, spóla tilbaka og núllstilla tíman á hverjum einasta degi. Erfiðleikar munu koma.
Við skulum ekki bíða eftir því að hlutirnir verði erfiðir áður en við snúum okkur til Guðs. Við skulum ekki bíða eftir endaloku jarðís okkar til að iðrast einarlega. Þessi stað skulum við nú, sama á hvaða hluta sáttmannsvegarins við erum stödd, einblína á endurleysandi kraft Jesú Krists og þrá himnas föður að við snúum aftur til hans. Hús drottins, heilagar ritningar hans, heilagir spámenn hans apóstolar, innblása okkur til að reyna að persónulegum heilaleika í gegnum kenningu Krists. Og sjá nú áskjöri bræður mínir, sagði Nefi, þetta er vegurinn og engin annar vegur er til og ekkert annar nafn gefið undir himnunum sem frelsa getur manninn í Guðs ríki. Og sjá nú, þetta er kenning Krists og hinn eina sanna kenning föðurins og sonarins og hins heilaga anda sem einn Guð óendanlega. Vera má að ferli okkar til að vera eitt með Guði sé krefjandi. En þið og ég getur staldra við, sýnt rósemd, litið til frelsarans og reynda að finna það sem hann vill að við bætum og breytum. Ef við getum það af einlægum ásetningi munum við verða vitni að lækningu hans. Hugsaðum hvernig afkomendur okkar verða blessaði þegar við tökum móti iðrunargjöf drottins. Hinn mikli lerkera smíður mun móta okkur og betrum bæta sem getur reynst erfitt. Og samtímis mun hinn mikli lækni líka reyns og lækna okkur. Ég hef líka upplifað og held áfram að upplifa þennan lækningamátt. Ég ber vitni að hann hlýst fyrir trú á Jesú Krist og daglega iðrun. Og hvílíkt sem að hann skyldi hugsa mig og hann dó fyrir mig. Ég ber vitni elsku Guðs og óendanlega kraft fríþægingar sonar hans. Við getum fundið það djúpt þegar við iðrumst einarlega og heilsögar. Vinir mínir, ég er vitni hinna dýrlegu endurreist fagnar ernisins fyrir tilvegna spámannsins Joseph Smith og núverandi gullera handleistu frelsarans með spámanni hans og talsmanni Russell M. Nelson forseta. Ég veit að Jesús Kristi lifir og hann er mikli læknir sálna okkar. Ég veit og ber vitni þetta sannleikur í hinu helga nafni Jesú Krists. Amen. We thank those who have spoken to Við us and þökkum öllum þeim sem tala hafa til okkur og tjáum kórtúbóðana takklæti okkar fyrir hina fallegu tónlist. Við minnum ykkur á að útsendingin hins landsþætta þáttar tónlistar og hins talaða orðs verður á morgun frá klukkan 9:30 til 10 að saumartíma. Sunnudags morgunhlutur ráðstefnunnar hefst strax að því loknu. Loka ræðum okkur í þessum hluta er öldingur David A. Bednar í 12 postulasveitinni. Að honum loknum mun kórinn ljúka þessum hluta með því að syngja Come Lord Jesus. Lokabæn flytur síðan öldingur Robert M. Daines af hinu 70. My beloved brothers and sisters, Kæru bræður og systur. sitting on the stand today, Ég satt hérna uppi á standinum í dag og hef hort yfir söfniðinn 3 times, for the first time since COVID, fyrsta sinn frá því devoted að COVID var áttu sér stað. Jesus Christ who are eager to learn Þá eru þið hér öll saman komin faithfulness. sem lærisveina Jesú Krist. I love you. Ég dáist að ykkur og ég elska ykkur. Ezra Taft Benson Ezra Taft Benson var forseti kirkju Jesú Krist sem síðar daga heilugu frá nóvember 1985 til maí 1994. till May 1994. I was Ég var 33 33 ára þegar Benson forseti var forseti kirkjunnar og 42 ára þegar hann lést. and his Kennsla hans og vitnisburður hafði djúp og öflug áhrif á mig. life in profound and powerful ways. One of the Eitt af hallmarks einkennum þjónustu Bensons forseta var áhersla hans á tilgang og mikilvægi and mormónsbókar. importance of the Book of Mormon. He Hann lagði síendurtekið áherslu á að mormónsbók væri burðarsteinn trúar okkar, our religion, burðarsteinn vitnisburðar okkar, burðarsteinn kenninga okkar og burðarsteinn keystone. í vitnisburði drottins okkar og frelsara.
Hann lagði líka oft áherslu á kenningar og aðvaranir synd rokans sem finna má í þessu síðari daga vitni Jesú Krist. Ákveðin kennsla Bensons forseta hafði mikil áhrif á mig og heldur áfram að hafa áhrif á nám mitt í Mormónsbók. Hann sagði: Mormónsbók var rituð fyrir okkar tíma. Nefítarnir höfðu aldrei bókina til forna. Ekki heldur Lamanítarnir. Hún var ætluð okkur. Mormón ritaði þegar dró að lokum síðmenningar Nefíta undir innblæstri Guðs sem sér alla hluti frá upphafi, gerði Mormón útdrátt á gömlum heimildum og valdi sögur, ræður og atburði sem urðu okkur gagnlegastar. Benson-forseti heldur áfram: hver helstu rithöfunda Mormónsbókar vitna að hann hefði ritað fyrir komandi kynslóðir. Ef þeir sáu okkar tíma og völdu það sem væri okkur mikilvægast, ættum við þá ekki að læra Mormónsbók á þann hátt. Við ættum stöðugt að spyrja okkur sjálf: hvers vegna hvatti drottinn Mormón til að hafa þessa frásögn með í heimild sinni? Hvaða lærdóm get ég dregið af þessu mér til hjálpar í lífinu á þessum tíma? President Benson's statements help us to understand. Bensons forseta hjálpa okkur að skilja að Mormónsbók ekki aðalega sagnfræðileg heimild sem fjallar liðinn tíma. Þessi ritning horfir fremur til framtíðar og hefur að geyma mikilvægar reglur, aðvaranir og leksjur fyrir aðstæður og áskoranir okkar tíma. Mormónsbók því bók framtíð okkar og þá framtíð sem við lifum nú á og munum lifa á. Ég bið liðsinni Heilags Anda við íhugum viðeigandi leksjur fyrir okkur í dag úr bók Helamanns í Mormónsbók. Heimildin Helamann og syni hans lýsir fólki sem vænti fæðingar Jesú Krists, hinn hálfa öld sem sagt frá í ritningunum, sýnir trúarbreytingu og réttlæti Lamaníta og ranglæti, fráhvarf og viðurstig Nefítanna. Röð samanburðar og andstæðina á milli Nefíta og Lamaníta í þessum fornu heimildum mest upplýsandi fyrir okkur í dag. Lamanítar hefðu að meirihluta orðið að réttlátri þjóð, jafnvel réttlátari en Nefítar, vegna þess hve ákveðnir og staðfestir þeir voru í trúnni. Og margir Nefítanna voru orðnir svo harðir, þverúðarfullir og ranglátir að þeir höfnuðu orði Guðs og öllum prédikunum og spádómum meðal þeirra. Og þannig sjáum við að Nefítum tók að hnigna í eigin vantrú og ranglæti og viðurstig óx, meðan Lamanítar hugsu mjög í þekkingu á Guði sínum. Já, þeir tóku að halda reglu hans og boð og ganga í sannleika og grandvarleika frammi fyrir honum. Og þannig sjáum við að andi drottins tók að draga sig í hlé frá Nefítum vegna ranglætis þeirra og hjarta hörku. Og þannig sjáum við að drottinn tók að úthella anda sínum yfir Lamaníta vegna þess að þeir voru fúsir til og áttu auðvelt með að trúa orðum hans. Ef til vill það merkilegasta og alvarlegasta við þessa hnignun Nefíta í fráhvarfi sú staðreynd að allar þessar misgjörðir þróuðust meðal þeirra á nokkrum árum. Hvernig gat fólk sem áður var réttlátt orðið forhert og ranglátt á svona stuttum tíma? Hvernig gat fólk gleymt svo fljótt þeim Guði sem hafði blessað það svo ríkulega? Í neikvæða fordæmi Nefítanna lærdómsríkt fyrir okkur í dag
á áhrifamikinn og djúpstæðan hátt. Hroka tók að bera á í hjörtum þeirra sem töldu sig til kirkju Guðs, en hann stafaði af hinum miklu auðæfum þess og velgengni í landinu. Hjörtu þeirra voru helguð auðæfum og hégóma þessa heims. Vegna hrokan sem þau hefði látið ná tökum á hjörtum sínum, sem hreykti þeim upp yfir það sem gott vegna mikillar auðæfa þeirra. Orðnar raddir úr duftinu biðja okkur í dag að læra þessa ævarandi lexíu. Vinsæld, eignir og vellíðan máttu blanda sem getur leitt jafnvel hina réttlátu til að innbyrða við andlega eitur hrokans. Þegar við leifum á hrokin á við tökum á hjörtum okkar, getum við farið að hæðast að því sem heilagt Hætt að trúa á anda spátans og opinberunar, fótum tróðið boðar Guðs, afneitað orði Guðs, hafnað, hæðist að og lastmælt spámönnunum og gleymt drottni Guði okkar og hætt að þrá að drottin Guð okkar sem skapaði okkur, stjórni og ríki yfir okkur. Ef við erum ekki trúföst og hlýðin, getum við umbreytt blessunar degi, Guðskjöf velmegunar í bölvun hrokans, sem dregur athygli okkar frá eilífum sannleika og mikilvægum andlegum forgangsatriðum. Við verðum ætíð að vera á varðbergi gagnvart hroka, sem knúin af ygtri tilfinningu sjálfsmikilvægis, röngu mati á eigin sjálfsnægtum og að vera sjálfmiðuð í stað þess að þjóna öðrum. Þegar við einblínum hrokafullt á okkur sjálf, erum við samtímis haldin andlegri blindu og missum af miklu, af flestu eða ef til við öllu sem á sér stað við innra og umhverfis okkur. Getum ekki litið til og einblínt á Jesú Krist sem markið okkar ef við aðeins sjáum okkur sjálf. Slík andleg blinda getur líka valdið því að við villumst af vegi réttlætis, villumst af forboðnar slóðir og glötumst. Þegar við blinduð göngum með eigin veg og förum skaðlegar hjáleiðir, reiðum við okkur á eigið hyggju vit, stærum okkur af eigin styrk og látum leiðast af eigin visku. Lamanítinn Samúel lýsti á hnitmiðaðan hátt fráhvarfi Nefítana frá Guði. Já, því að þér hafið alla yðar daga sóst eftir því sem þér gátuð ekki öðlast, og þér hafið leitað hamingjunar í misgjörðum, sem andstæðar eru eðli þess réttlætis sem felst í voru mikla og eilífa leiðtoga. Mormon sagði: meiri hluti þjóðarinnar hélt fast við hroka sinn og ranglæti, en minni hlutin gekk af meiri gætni frammi fyrir Guði. Í bók Helamanns hið aukna réttlæti Lamanita sterk andstæða við hina hörðu andlegu hnignun Nefítana. Lamanítarnir snéru sér til Guðs og öðluðust þekkingu á sannleikanum með því að trúa kenningum heilagra ritninga og spámannanna. Þeir iðkuðu trú á drottin Jesú Krist, iðruðust synda sinna og upplifðu gjörbreytingu hjartans. Þeir sem þess vegna svo langt komast eru ákveðnir og staðfestir í trúnni og því sem gjört hefur þá frjálsa. Og ég vildi að þér sæjuð að meiri hluti Lamanita fylgir vegi skyldunar og gengur gætilega frammi fyrir Guði, og þeir gæta þess að halda boðorð hans og reglur og ákvæði. Þeir kappást af óþreytandi elju að leiða aðra bræður sína til þekkingar á sannleikanum. Og af því leiddi að Lamanítar urðu réttlátari en Nefítar, vegna þess hve ákveðnir og trúfastir þeir voru í trúnni.
in the faith. Moroni lýsti yfir, sjá, Drottinn hefur sýnt mér mikla og undursamlega hluti varðandi það sem brátt hlýtur að verða á þeim degi þegar þetta mun koma fram meðal yðar. Ég ávarpa yður eins og þér væruð nærstaddir og þó eru þér það ekki. En sjá, Jesús Kristur hefur sýnt mér yður og ég veit gjörðir yðar. Vinsamlega hafa því hugfast að Mormonsbók hafi til framtíðar og hefur að geyma mikilvægar reglur, aðvaranir og leksjur sem ætlaðir eru mér og ykkur í aðstæðum og áskorunum okkar tíma. Fráhvarf getur átt sér stað á tveimur grunnstigum, stofnanabundið og einstaklingsbundið. Sem stofnun mun kirkja Jesú Krist sinna síðari daga heilu ekki glatast vegna fráhvarfs eða verða tekin frá jörðu. Spámaðurinn Joseph Smith lýsti yfir, merki sannleikans hefur verið reist. Engin vanheilög hönd fær stöðvað framrás verksins. Sannleikur Guðs mun sækja fram óháður, ákveðinn og göfugur þar til hann hefur farið hvert meginland, vitjað hvers lands, þrætt hvert hérað og hljómað í hverju eyra. Þar til tilgangi Guðs er náð og hinn mikli Jehóva segir að verkinu sé lokið. Einstaklingsbundið verður hvert okkar að vera á verði gegn ofurdrambi, svo að við verðum ekki eins og nefítar til forna. Ég legg til að ef ég og þið trúum því að við séum nægilega sterk og djörf til að forðast hroka og dramb, þá gætum við ef til vill þegar þjást af þessum banvæna andlega sjúkdómi. Einfaldlega sagt, ef ég eða þið trúum ekki að hroki gæti þjakað okkur, erum við berskjölduð og í andlegri hættu. Á aðeins nokkrum dögum, vikum, mánuðum eða árum gætum við fyrirgert andlegum fæðingarrétti okkar fyrir eitthvað sem er minna en baunakása. Ef við hins vegar trúum að hroki gæti þjakað okkur, munum við stöðugt gera hið smáa og einfalda sem mun vernda og hjálpa okkur að verða sem barn, undirgefin hógvær, auðmjúk þolinmóð, elskurík og reiðubúin að axla allt sem Drottinn þóknast á okkur að leggja. Blessaðir eru þeir sem auðmýkja sig án þess að vera neyddir til auðmýktar. Þegar við fylgjum leiðsögn Bensons forseta og spyrjum okkur sjálf hvers vegna Drottinn innbést Mormóna hafa með í útdrætti sínum í bók Helamanns frásagnir, áminningarnar og aðvaranirnar sem hann gerði, lofa ég að við munum átta okkur á mikilvægi þessara kenninga við sérstakar aðstæður lífs okkar sjálfra og fjölskyldna okkar tíma. Þegar við lærum og hugleiðum þessar innblásnu heimild, verðum við blessuð með augum til að sjá og eyrum til að heyra og huga og hjarta til að skilja leksjurnar sem við ættum að læra til að gæta okkar á ofurdrambi svo að við föllum ekki í freistni. Af gleði ber ég vitni að Guð hinn eilífi Faðir er Faðir okkar. Jesús Kristur er hans elskaði sonur og frelsari okkar. Ég ber vitni að ef við göngum í hógværð anda Drottins, munum við forðast og sigrast á hroka og eiga frið í honum. Það vitna ég í hinu heilaga nafni Drottins Jesú Krists. Amen. See thy
Our Father in heaven, Faðir okkar á himnum, we are full of love, við erum full elsku og hjörtu okkar eru full af lotningu fyrir þér. Og við byggjum að þessi elska og lotning og í nafni þínu getum við farið til fjölskyldu okkar og deildir og hjálpa til að byggja upp konungsríkið þitt og þinn vilji verði í heimadeildum okkar og bæjum. Við byggjum fyrir döglegum þörfum okkar að við getum gert það sem við þurfum að gera. Við byggjum fyrir fyrirgefningur og mistök að við getum verið meira eins og þú í elsku og fyrirgefið öðrum. Við erum þakklátt fyrir kenningar spámannana og apostolana og fagnar erindi sonar þíns. Og við byggjum að hjálpa okkur gegn mótlæti og freistingum. Við byggjum að getum verið sannir og trúi meðlimir konungsdómstíns að krafturinn og megi verða ódauðleika og eilíflíf mannsins að veruleika. Og við segjum þessa hluti í nafni Jesú Krist. Amen.
This has been a broadcast of the Saturday Þetta evening session. útsending frá laugardagskvöld hluta 194. aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilögu. Ræðumenn voru valdir úr hópi leiðtoga kirkjunnar. Tónlist á þessum ráðstefnu hluta var í umsjá trúboða sem nú þjóna á Utah svæðinu. Útsendingu þessa annaðist Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Öll endurvinnsla, upptaka, afröðin eða önnur notkun á þessari útsendingu bönnuð án skriflegs leyfis.